Góða kvöldið og velkomin í Gamesýruna á mánudagskvöldi. Það er 1. júní. Ég ætla að renna blind út í þetta í kvöld. Það sem að berjast innra með mér núna er togstreita. Það er ég er klofinn einstaklingur hvað varðar UFO málaflokkin. Ég er orðinn svo þreyttur á því að einhvern veginn vera að díla við hluti, og þegar ég segi hluti þá er ég líka að tala bara kerfi, hugmyndir, væntingar sem eru byggðar á fyrirfram gefnum forsendum, bíða eftir uppljóstrun ríkis, bíða eftir að rétti vísindamaðurinn segir þetta og segir hitt, bíða eftir að fá sönnun, eins og ég þurfa að fá ytri sönnun, og ég er í þessari átt, en svo er tosað í mig úr annari átt, og hún er eitthvað allt annað. Og ég sé þetta og upplifi þetta hjá sjálfum mér. Og ég get sagt ykkur, þessi UFO málaflokkur, ég ekki bara held, ég veit að hann er svo skrítinn og vafinn svo mikilli dulúð að ég get ekki með neinum hugmyndum eða aðferðum mínum eða einhverja annara manna, vísindalega akademíski bakgrunnur eða ekki, ég get ekki skálda þessa vitleysu. Sorry. Haldið þessa vitnaleiðslur. Veist, birtið þessi skjöl. Gerið allt þetta drasl, bíðið eftir að forseti Bandaríkjanna komi með yfirlýsinguna á tröppunum á Capitol Hill. Time out, skiljið. Time out. Við getum ekki byrjað að reyna að skilja þetta. Og þetta er ekki bara ég, kerfið er að, það er að falla. Með öðrum orðum, það er að breytast. Mér langar að sýna ykkur eitt hérna. Þetta er Rep. Lauren Boebert. Hún sést republikani. Congresswoman. Þetta er þingkona í Bandaríkjunum. Hlustiði á þessa vitleysu. And in today's world, that's really something. But even in these, even in some of the documentations that I'm seeing, there's a lot to do with even portals. And I'm interested in more information of that coming out as well. But even to be in a congressional hearing and have enough information to ask the question, is there breeding between these biological beings and humans? There's a there that needs to be answered. And I got a lot of heat from local papers at home and some folks, but we're just asking the questions. If someone is going to come to congressional offices and say that they have seen it, that they have been a part of it, and are read into these programs, then it's worth an investigation. And all of these agencies, even the contractors, when they are too big to answer to government, when they were too big to answer to Congress, the entity that created them, and gives them funding, then it's clear that they're too big, and we have got to rein that in and have more accountability. Þarna erum við þingkonu sem að talar út frá samtölum sem hún hefur átt við hátt setta uppljóstrara innan hers og leyniþjónustu, sem ekki bara tala portals. Þýðiði það fyrir mig, og breeding milli interdimensional beings and humans. Hvað er að frétta? Ef kerfið er ekki að falla, þá veit ég ekki hvað. Meteor crash landing. Mér langar að sýna ykkur þetta hérna líka. Crash landing near an erupting volcano. Take a look at this clip from Afar TV on YouTube. You can see the meteor coming down here.
But what comes next might be much more interesting. Do you see this? This mysterious orb of light seen rising up from the landing site. This volcano is in the Philippines, and this clip is raising so many questions tonight. Let's discuss with Professor. Sko, fréttirnar eru fullar af einhverju skrýtnu drasli. Og þessi fréttakona hana, svo talar hún við Dr. Avi Loeb, sem er sem sagt formaður Galileo Project og hefur verið talsmaður fyrir þessa interstellar hluti, þessa 3 hluti sem hafa verið greindir sem koma inn í sólkerfið okkar. Hann talaði fyrir því að Muamua væri á öllum líkundum interstellar og propelled eða knúið áfram að einhverju afli. Hann var skringilegt í lögun, hann var svo vindill. Og svo kom Borisov, risastór hnullungur, hann talaði Borisovin líka. Og svo núna síðast 3i Atlas. Dr. Avi Loeb var bara í viðtölum stanslaust bara í hálft ár út á 3i Atlas. Það var nú ekkert smá vesen með 3i Atlas. Og svo kemur hann hérna fram núna í viðtali við hana og hann segir þetta ljós hérna, við spilum þetta aftur. Seen rising up from the landing site. This volcano is in the Philippines, and this clip is raising so many questions tonight. Meteor crash landing or near an erupting volcano. Take a look at this clip from Afar TV on YouTube. You can see the meteor coming down here. But what comes next might be much more interesting. Do you see this? This mysterious orb of light seen rising up from the landing site. This volcano. Sko, það er bara allt orðið skrítið. Efnisheimurinn er orðið skrítinn og ég upplifi mig sem einhvers konar, ég er bara í miðju reipitoks. Ég er með gamla heiminn sem tosar í mig, það er formið, það er allur struktúrin og það er klukkan og það er tíminn. Og svo er bara verið að tosa í mig úr einhverju annari óþekktri átt. Og ég talaði við félagið minn í dag og við vorum svona að rappa þetta á abstrakt hátt. Við vorum reyndar báðir saman það. Það er ekki margir hérna á Íslandi sem við getum talað saman á þann hátt sem við gerðum í dag. Fine. En við vorum báðir sannfærðir það að við búum hérna í einhvers konar birtingamynd, einhvers konar matrix, einhvers konar hermir eða hermun, einhver narratífa úr að virðist efnislegum hlutum og það er búið að hijacka, það hefur einhver rænt okkur frjálsum vilja manninum og fyrir vikið þrælavætt okkur í rauninni fjötrað okkur í ánauð tímans og í ánauð kerfa, í ánauð góðs og íls, rétt og ránt og allt þetta hirðir af okkur sköpunargáfu og sköpunargáfan í sinni fullkomnustu mynd, hún hefur með tímalínur að gera. Hún hefur með það að gera að ég sem sagt geti lifa lífi sem sál í holdgerfingu efnis og ég sé leikstjóri eigin lífs. Að mín velferð, að hún hangi ekki í samræmi við ölmusu einhvers annars eða einhvers kerfis sem heldur mér uppi. Heldur get ég skáldað. Ég get búið til veruleikan eins og ég vill. Og þetta er upprisan úr skilyrðingu þessa hermis efnishyggjuna sem við búum í. Hugvíkandi efnin eru að fara með okkur inn í stýrikerfið þar sem við sjáum þetta skýrt. Við erum að sjá að við búum yfir einhverjum X skynfæra leiðum. En það eru fleiri leiðir.
nema hvað við mennirnir, við höfum fram að þessu, við erum svo gjörn á að lifa samkvæmt þeirri hugmyndafræði ef við sjáum ekki, heyrum ekki, þefum ekki, getum ekki bragðað eða mælt afstöðuna frá A til B, þá veruleikin ekki til. Eins og rannsóknar niðurstöðuna sem að Dr. Robert Sheldrake bendir á, sem að eru bara sópa út á borðinu sem gallaðar, því niðurstöðunar eru ekki í samræmi við fyrirfram gefnar forsendur. Því að, og sérstaklega innan vísindaheimsins, þá hrokinn svo sjúklega mikill að ef vísindamaðurinn ekki veit, þá hefur hann ekki stjórn. Og ef hann hefur ekki stjórn, það dauði, þessa merkimiða sem hann búinn að klístra á ennið á sér. Merkimiðin sem hangir upp á vegg, rammaður í gullramma. Skilurðu, doktor, ég veit. Hann ótti við dauðan. Ótti. Og þegar hún að rísa upp fyrir hennin ótta, sem ekki gerist fyrir þú áttaði á því, að fæðing og dauði ekki til í þeim skilning sem að við höfum einhvern veginn lifa við, þegar þú áttaði á því að það ekkert upphaf og engin endir, heldur ertu komin inn í eitthvað sem eilíft, sem þýðir að það sem svo magnað skapa sér sjálfskapað. Wrap your mind around that, skiljiði. Þegar það ekki fyrir en þú áttaði á því að hinn æðsti raunveruleiki sjálfskapaður og hann sprottinn úr engu en öllu á sama tíma, þá ertu búin að hirða afstöðuna. Það engin afstaða, það engin fæðing, það engin dauði. Það bara umbreyting efnis og ferðalag sálar. Og maður spyr sig, hvað núna í gangi? Hvað að frétta? Hvað að frétta vestanhafs? Ég get sagt ykkur það. Spilaborgin að falla. Hinn gamli heimur, hann rotinn og það fegurð í rotnun. Því rotnun felur í sig breytingar. Rotnun felur í sig næringu fyrir nýjan vöxt á nýjum heimi, nýrri, giltri öld. Og þetta sem ég að segja núna, þetta uppljóstrunin. Þetta people disclosure. Að átta sig á þessum krafti sem býr innra með mér. Þessu innsæi sem býr innra með mér. Og sjálfbærnin sem að hlýst fyrir vikið gerir það verkum að ég þarf enga ræðu, ég þarf enga staðfestingu eða yfirlýsingu, því innst inni þá veit ég að ég hef enga stjórn. Ég veit að ég get aldrei skilið þetta í þessu lífi og ég veit að mér heldur ekkert ætlaða. Ég hérna til þess að vaska upp, knúsa dóttur mína, hafa gaman, íhuga, þroskast, vaksa, hætta að brjóta fólki, hætta gaslýsingum, lifa heiðarlegu lífi, hugsa þetta hold eins vel og ég get og svo bara yfirgefi þennan líkama þegar að því kemur, hef heldur enga stjórn á því og ég yfirgef þennan líkama í reisn. Þetta mín uppljóstrun. Þarna, nú ætla ég að gíra mig niður maður. Kallinn brjálaður í kvöld. UFO 101, þetta kortlagningin. Þetta kortlagningin á meintum samsæris tilburðum heimskra manna. Þið getið keypt hana hjá mér áritað eða viljið. UFO 202 sem að fer með ykkur á þessa staði
sem ég búin að vera að lýsa núna síðustu 15 mínútunar, hún andleg, heimspekileg og hún snýr að spurningu uppruna tímans og uppruna efnis og raun eðli efnishyggjunar og skynjunar. Hún kemur út í lok sumars. Ég hugsa að við setjum hana í sérstaka forsölu miðjan júlí og svo fer hún svona í almenna sölu, það verði ekki í lok ágúst. Krakkar, mér langar að enda á einu hérna. Mér finnst það viðeigandi. Þetta hérna er tekið í Brasilíu og mjög viðeigandi miðað við þessa uppljóstrunar sveiflu sem hafin sem afleiðing þess að kerfið er að hrynja. Þetta hérna er tekið í frumskógum Brasilíu. E abusei isso. É bom. Sá þessa fegurð. Herðu, ég hættur að birta þessa þætti í fullri lengd á TikTok því að þar fæ ég of mikið eitthvað copyright regulation kjaftaði sem ég botna ekki í og hef engan áhuga að taka þátt í. Ég tek ekki þátt í forræðishyggju. Þið getið followa mig á YouTube ef þið viljið, því þið búið yfir frjálsum vilja, notið hann, það er þvott á þessi gamesýran. Eða þið getið followað mig persónulega undir nafninu sem ég var skýrður, Gunnar Dan. Þar birti ég þetta sem svo kallað Reels. Og svo, já, góða fréttir. Það náðist samkomulag við DFF og í samvinnu við DFF þá mun ég birta þátt á DFF ásamt grein svona 2 í viku myndi ég halda. Geggjað. Elska ykkur. Þar til næst. Namaste.